í lokin síðan svona aðeins að klára að hreinsa út það sem er svona verðt að tala aðeins en það þegar við förum að vinna síðan, við förum að nýta alltaf þessa þekkingu sem við erum búin að safna okkur saman og við förum að vinna eitthvað svona alvöru verkefni og þá það yfirleitt verkefni þar sem við erum ekki raun með eitthvað svona ágætlega skilgreinda verkefnalýsingu. Verkefnalýsingar mínar eru svo miklu betri en það sem þið fáið frá alvöru notendum að þið mundið ekki trúa því. Það ofta nefn að maður fær verkefni sem á að taka marga mánuði og verkefnalýsingin kannski hálf A4 blaðsíða. En ég ætla ekki að segja það. Maður þarf náttúrulega bara að kenna notendunum hvernig það að smíða hugbúnað og akkur það flókið. En þá erum við náttúrulega ekki að vinna bara ein í einhverju teymi að forrita eitthvað. Þá ekki heldur, þá einhverju fleiri stakeholderar sem koma utan að frá. Og við erum náttúrulega að vinna í teymi og við erum að vinna fyrir aðra. Og hvort sem það að við erum að vinna í einhverju fyrirtæki sem eru að búa til eitthvað produkt og þessir aðrir eru í einhver hópur af fólki sem við erum partur af eða einhver einn aðili sem er með einhverja hugmynd sem við erum bara að koma í gagni fyrir eða þá við erum að vinna bara svona í útseldri vinnu, bara að vinna einhver verkefni fyrir aðra sem eru að kaupa af okkur vinnuna. Og þá erum við að vinna með öðrum í teymi og fyrir aðra. Og þá náttúrulega þetta yfirleitt þannig að við fáum eitthvað verkefni í hendurnar og það einhverjar kröfur og við förum að vinna úr þeim kröfum hvað það sem við erum að biðja Við þurfum að passa kröfurnar yfir í það hvað á að gera og það getur verið að við þurfum að setja upp einhvern vef, við þurfum að birta eitthvað efni, það er engin ákveðin hönnun sem liggur fyrir eða það bara hönnun frá einhverjum hönnuði sem við þurfum að setja upp. Það eitthvað virkni, það einhver skráningaform, það að vera notendaumsjón og eitthvað svona sem við erum búin að vera að fikta við. Og við þurfum einhvern veginn að byggja upp einhverja visjónu það hvernig við ætlum að koma þessu í gagnið. Og þá náttúrulega gott að taka hönnunina, tala við hönnuðinn, tala við verkkaupann, skrifa niður verkefnalista og gera allt þetta sem við erum svolítið búin að vera að vinna í hérna í skólanum. Og síðan klárum við þetta, uppallum þá vonandi allar kröfurnar. Og þá, sérstaklega svona fyrir vefinn, þá tekur einhver við því og hvað þá hægt að gera. Þetta bara þannig að við byggum til einhvern vef sem bara hardkóðaður með bara einhverjum ákveðnum síðum, með einhverjum ákveðnum efni, með einhverjum ákveðnum myndum og ég get einhver breytt. Eða get ég einhvern veginn breytt textunum á vefnum, get ég breytt myndum, get ég bætt við síðum eða fjarlægt síður eða hvernig það? Þá koma inn svona CMS-ar fyrir vefinn, en það Content Management System sem þá kerfi sem eru hönnuð og búin til þess að sjá þetta verkefni. Og þá það þannig að þetta kerfi sem leyfir bara venjulegu fólki að breyta efni á þess að vera forritarar og búa til síður sem detta þá inn í eitthvað kerfi sem búið að forrita, þannig að það birtist rétt. Og það til alveg afskaplega mikið af kerfum og það líka hægt að búa til sitt eigi kerfi sem ég mæli alls ekki með. Ég byrjaði að forrita þegar ég vildi búa til vef fyrir StarCraft-klanið mitt þegar ég var töluvert yngri. Það var mjög skemmtilegt og þá gat ég búið það til með PHP og búið til svona fréttakerfi sem einhver gat lokað sig inn og skrifa fréttir hvernig StarCraft leikir helgarinnar fóru og skrifa battle reports og svona. En það var mjög skemmtilegt og þannig lærði maður margt af þessu. En svo í raun það að gera þetta sjálfur það þannig að maður fær bara miklu færri, miklu minni virkni, miklu fleiri bugga og tekur miklu meiri tíma en nokkuð annað. Þannig að það rosalega gott að taka bara einhver svona kerfi sem eru tilbúin og nota þau fyrir svona verkefni. Og þessi virkni sem yfirleitt til eitthvað svona viðhald á veftré. Og það bara þetta að geta búið til síður og breytt efninu á síðunum, sett inn myndir og gert alls konar sem fólk bara býst við að geta gert. Og geta einhvern veginn sett inn nýjar myndir, uppfært myndir, skorið myndir til eða resizar eða eitthvað og látið að vera responsive, vera með réttina myndir og svona framvegis og svona. Og svo alveg yfir í það að vera jafnvel með einhverja svona uppsetningu á bara allir viðmótinu. Þú getur sett upp eitthvað svona sniðmát. Þannig að þá eitthvað svona templating kerfi eins og EOS eða PUG eða eitthvað í líkingu við það. Og sett upp CSS og sett upp JavaScript og eitthvað svona.
Og svo getur það verið líka að við getum bara sett upp alls konar pakka og plugins og þemu og guð má vita hvað. Og það eru mörg svona kerfi til og svona erlend, þá náttúrulega langstærsta kerfið er WordPress, langstærsta kerfið sem er búið að vera mjög lengi til. Svo er Drupal líka stórt og þau eru bæði PHP og Joomla sem er líka PHP og það er, já, mörg þessi kerfi eiga þess að ræti svona rekja til svona 12 ára síðan sem var svona leiti sem ég var að smíða mitt eigið í PHP. Það var bara PHP auðveldasti hluturinn til þess að komast inn í og þessi kerfi er bara búin að vaksa og fá notendur og fá verkefni og útbreiðslu. Og síðan erum við með íslensk kerfi, þannig ef þið farið að vinna hérna í einhverju íslenskri vefstofu þá getið lent í einhverju og þau stærstu svona þeir sem ég þekki best. Það er Applica sem er skrifað í Java og Hugsmiðjan er með. Það er Diesel sem var hérna hjá Skapalón eða hjá Hugsun. Já, ég ætla ekki að segja það þegar ég er að vinna með nokkur þeirra sem gerði þetta kerfi. Og Lisa, það er kerfi sem ég var að sjá í smá tíma hjá Advania. Og þetta er öll svona mjög stór, mjög sérhæfð kerfi fyrir svona íslenska markað. Og það er mjög öðruvísi að fara að skrifa í þessu umhverfi versus það sem við erum búin að vera að skoða. En þannig erum við að setja upp heilu vefina bara í einhverju kerfi. Þú lokkar inn bara í einhvern bakendakerfi og bara skrifa HTML ekki í ritli endilega, heldur í bara eitthvað svona risastórt textbox eitthvað sem það er í einhverju kerfi og það er svolítið öðruvísi. En WordPress, af því að það er svo útbreitt og það er rosalega margir sem kunna WordPress, þannig að það er alveg svona alveg þess virði að skoða það sem svona áhuga fólk og verðandi sérfræðingar í vefforritun að hafa það í toolboxinu, í toolboxinu okkar. En það er bara alveg gífurlega mikið. 29% af topp 10 milljón vefum nota WordPress. 3 milljónir vefa sem nota WordPress af þeim mest notuðu á vefnum. Og þetta eru gífurlega tölur. Sko. Og þegar það tekið yfir bara heildina þá er þetta bara 100 milljóna instansa af WordPress sem eru í gangi. En WordPress keyrir á PHP og nota MySQL. Það kom út 2003 fyrst af gaur sem heitir Matt Mullenweg. Og hann er núna rekur fyrirtæki sem heitir Automattic sem sér WordPress, en WordPress er í raun alveg open source verkefni. Þess að þetta er aggressíft á það að vera með GPL license, sem því að það má aldrei rukka fyrir það. Og og verður alltaf alveg ókeypis. En WordPress kom með svona þjónusta þar sem við getum í raun fengið svona managed hýsingu á WordPress. Af því að það að setja upp og reka WordPress er svolítið vesen, af því að það er svo stórt, af því að líka það er stærsta targetið af svona fyrir hackers sem að alltaf að leita að gömlum útgáfum sem er þetta einhvern veginn óneinhverju server á. Og það er til mikið af themes og plugins fyrir þetta. Þannig að þetta er svona eitthvað sem við getum tekið og ef við fáum verkefni þar sem við erum með einhver vill ykkur að við búum til hérna heimasíðu fyrir eitthvað X eða vera með litla vefverslun eða eitthvað, þá er WordPress bara, það var það fyrsta sem ég myndi skoða. Af því að það er bara mjög solid dot og það er alveg hægt að leysa alls konar í því. Og svo er þetta að nota svona service útgáfu sem er þá ekki í raun eitthvað sem við rekum sjálf eins og Shopify. Þá er það eitthvað svona sem svipar til þess að vera eitthvað svona CMS en er það meira svona fyrir sölu. En WordPress, ég er fan. En svo er annað svona sem er búið að vera að ryðja sér til rúms núna á seinustu árum. Það er þetta hugtak headless CMS sem er það þannig að við aðskiljum þessa CMS-virkni frá framvindunum okkar og höfum þá einhvern svona CMS sem veitir okkur aðgang á efninu í gegnum vefþjónustur. Þá fyrir þetta að líkjast því sem við erum búin að vera að fikta með, að vera með einhverja vefþjónustu sem skaffar og vinnur með gögnin og síðan einhvern framvinda sem að tengist því og er að birta gögnin á þann hátt sem við skilgreinum. Og þá í raun fáum við þessa kosti CMS-kerfisins sem er gott viðmót fyrir notendur en við þurfum ekki að kaupa inn í raun allan pakkan. Við þurfum ekki að setja vefinn okkur upp í PHP þó við séum að nota WordPress. Af því að við getum aðskilið þetta tvennt. Og það aðskilið þetta er rosalega
maður græðir margt á því, þó að það flækist svolítið verkefni, en þá getur það líka í raun leyft verkefninu að stækka og við getum í raun verið með mörg verkefni sem að nota sömu gögnin. Þegar við erum með þetta svona CMS as a service, sem þá svona fyrirtæki sem að sérhæfa sig í þessu, sem þá ekki í raun að við þurfum að setja upp eitthvað svona hellað CMS, heldur förum við bara til einhver fyrirtækis og við kaupum bara því þjónustu sem bara það að við fáum viðmót sem við getum boðið notendum okkar inn í og þeir geta búið til efni sitt og við síðan nota vefþjónustu frá þessu fyrirtæki til þess að búa til vefina. Og þá getum við búið upp á svona vefviðmót, fyrir það að vinna með gögnin, vefþjónustur til þess að eiga við gögnin og oft á tíðum svona SDK sem eru þá svona forritunarpakkar sem koma okkur á stað við það að tengja þetta fyrir verkefni okkar. Þá getum við útbúið eitthvað svona módel sem þá eitthvað svona, heyrðu, við erum að fara að selja einhverja vörur, við þurfum að vera með vöruflokka, við þurfum að vera með vörur, við þurfum að vera með útsöluvörur og við þurfum að vera með hinsegin og gallerí og eitthvað svona og þá getum við búið þetta allt til og svo kemur notandinn inn og fyllir inn í þetta fyrir ákveðnar vörur. Þannig að við búum til vöru sem módel og notandinn kemur inn og býr til borð og stól og tölvu og síma og whatever. Og síðan höfum við margar leiðir til þess að sækja og filtera og vinna með gögnin í gegnum vefþjónustur. Og síðan erum við þá náttúrulega með þetta tvö kerfi sem að tala saman og þá náttúrulega aukast líkurnar á því að eitthvað klikki að þá getum við kassað allt, til dæmis í Redis á okkar enda sem verður þá þannig að ef eitthvað kemur upp á og við missum tenginguna þarna milli þá höfum við alltaf eitthvað til þess að birta. En dæmi svona þjónustur eru Prismic og Contentful og síðan WordPress með REST API onna sem við sáum höfum aðeins séð. Og þetta bara það sem búið að vera líf mitt í vinnunni senasta árið í raun að setja upp verkefni sem eru svona. Af því að við erum ofta að vinna svona verkefni sem eru mjög svona takmarkaða síður, svona marketing síður sem eru bara svona einhverja one-pagerar og alveg upp í að vera bara svona frekar stór kerfi. Og við viljum alltaf helst setja upp mjög vel hannaða vefi rétt. Það segja við erum að fara að setja inn bara allt efnið, þá alltaf að líta vel út og alltaf vera bara frábært með animationum og responsiveness og allt þetta. En svo viljum við leyfa notendum að breyta svona efni á mjög bara sérstökum stöðum. Þá er þetta að breyta einhverjum titlum og einhverju copy fyrir þetta eða hitt. Og þá getum við búið það til í þessum kerfum. Við getum búið til í raun þessa litlu staði sem þetta breyta. En það þarf ekki að vera hægt að það er ekki hægt að brjóta alla hönnunina með því að vera bara að gera hitt og þetta og út allt. Og þá eins og Contentful. Þannig að don't let the CMS get in the way of shift being software. Það margir sem þola ekki CMS sko. Þá ég búinn að búa til og ég get bara tengt mig með GitHub. Þá fæ ég eitthvað svona example project ef ég vil eitthvað. Þá getum við farið í content model og þá þetta eitthvað svona fyrir eitthvað course. Fyrir þá ég með course. Teach a set of contents to enable students to master Contentful. Þannig að þá course, það með title sem short text. Það með image, description, duration, skill level, lessons. Þetta þá einhverjar aðrar típur. Síðan ég búinn að búa þetta allt til og þá kemur einhver notandi inn sem ætlar að setja inn þessi course. Og þá fáum við eitthvað ákveðið course sem eitthvað APIs. Það þetta title og ég get haft það bæði á ensku og þýsku. Þetta þýskt fyrirtæki sem út í Berlín. Ég get farið fundi bara eitthvað ákveðið course. Hello Contentful. Þá sjáum við ég get sett inn mynd. Ég get átt við myndina, ég get eitthvað breytt henni. Gera eitthvað við hana Sleppið fyrir tilbaka. Ég get breytt textanum og get haft hann þýddan á ensku og þýsku. Og í raun síðan svona markdown editor fyrir eitthvað efni sem ég get þá birt á síðan á einhverjum vef. Og á þýsku og duration, það má bara vera tala, þannig ég get bara sett inn einhverjar tölur. Og einhverjar, og svo framvegis. Þannig að við getum sett svona upp og leyft notendum þá að vinna með. Og svo getum við sett upp, það svona preview og publish. Þannig að það að setja upp preview kerfi fyrir þetta og svo getum við publishað, þannig að það að vera með þetta í raun ritstýrt. Þannig að það að setja upp
mjög stóra og flókna vefi í svona sem eru alveg á pari við það sem maður myndi vera hægt að setja upp í svona venjulegum CMS-um. Þannig að þetta svona hin hliðin, testing og þetta fyrir svona þegar við tæknilega að gera svona mjög robust verkefni. Þetta þegar við síðan að vinna með nótendamál, við viljum leyfa þeim einhvern veginn að eiga við efnið. En svona þá til að taka þetta saman, þá höfum við núna í þessum 2 webforritun áfangum snert svona á flestu því sem við myndum vera að snerta á þegar við erum að vinna einhver svona vefverkefni og allt frá því að vera þá að skrifa einhver svona framöndaforrit með bara HTML, CSS og JavaScript og yfir að vera að skrifa bakendaforrit sem útbúa svona dýnamískar síður fyrir okkur, útbúa HTML-ið og tengja þetta og gera eitthvað svona og skrifa vefþjónustur og skoða svo þessi flóknari framöndaforritum með svona library eins og React. Og það er náttúrulega afskaplega margt annað í boði, en það ætti flest allt að fylgja svona þessum almennu hugtökum sem við erum búin að vera að fara aðeins yfir, þó svo að það séu náttúrulega aðrir hlutir að koma og þetta hreyfist mjög hratt og þetta verði allt orðið úrelt kannski eftir 10 ár, nema HTML, CSS og JavaScript, það verður aldrei úrelt. Og þegar að þið síðan núna farið og kannski fáið beiðni það að vinna eitthvað verkefni, þá náttúrulega kemur upp spurningin hvað á eiginlega að nota. Og það er svo margt í forritum fyrir því ýmsu, en það þarf ekkert alltaf að vera að eltast við nýjustu tækni og vísindi og eftir verkefninu þá getur alveg verið eins og ég sagði hann, bara nóg að setja upp WordPress. Það bara leysir verkefni fyrir rosalega marga. Það þarf ekki að vera að setja upp í React og lenda sinni brjálum vandræðum að stilla webpack og vera fram eftir á laugardegi að redda einhverju sem að WordPress reddaði fyrir 10 árum síðan. Og stundum er rétt að nota bara HTML og CSS. Það má birta eitthvað texta og myndir, bara HTML og CSS. Málið er dautt. Og hvað sem þið gerist? Only for good. Og þá segir ég bara takk.